Já, góði fundarmenn. Ég ætla að segja ykkur frá þessu verkefni okkar vöktun á gróðri og ástandi beitilands. Þetta er samstarfsverkefni Náttúrufræðistofnunar núna í seinni tíð, Landgræðslunnar og Landbúnaðarháskóla Íslands. Forsaga þessa verkefnis er sú að fyrir 20 árum þá höfðu menn talsverðar áhyggjur af fjölgun hrossa í landinu og áhrifum þeirra á gróðurlendið, að land það sem þau gengu, og víða var beitarálag allt of mikið og land fór illa og var talin ástæða til að grípa inn í eða reyna að bæta úr þessu. Og við hófum verkefni á RALA, þar sem ég rannsóknarstofnun landbúnaðarins, sem ég starfaði á þeim tíma. Hófum verkefni í samstarfi við Landgræðsluna sem við kölluðum hrossahagar, og það stóð frá árinu 1996 til 1998 og ég var verkefnistjóri. Og með mér í því vann meðal annars Ásrún Elmarsdóttir, plöntuvistfræðingur sem starfa hér núna á Náttúruhagstofnun, og Björn Barkarsson, hann var aðal starfsmaður Landgræðslunnar í þessu verkefni. Nú, markmið þessa verkefnis það var að þróa einfalda aðferð til að meta ástand lands og gefa út leiðbeiningar, og fyrstu, við skulum segja 2 árin í verkefninu, þau fóru eiginlega í það að safna gögnum og efni í þennan bækling sem við gáfum út 1997 og féll bara í nokkuð góðan jarðveg, þó ég segi sjálfur frá, og er ennþá í notkun og þessi aðferð. Og við vorum að vonast til þess að það væri hægt að byggja upp landlæsi og bæta landnýtingu með því að koma þessum skilaboðum á framfæri. Nú, annað markmið þessa verkefnis, það var að koma af stað langtíma mælingum í högum, setja upp fasta mælipunkta til að fylgjast með landi til langframa, sem að hafði lítið verið eða ekkert verið gert af í högum hér á landi á þeim tíma, og það má kannski svolítið undrun sæta, því að ástand beitilanda hér á landi hefur lengi verið deili og umræðu efni og viðvarandi viðfangsefni að fylgjast með beitilöndum og nýtingu þeirra. Nú, við gáfum út í þessum bæklingi svona einfaldan, hann er byggður á einfaldum ástandsskala eða sjónmati á landi, þannig að bara með því að skoða landið og athuga nokkur einkenni eins og punt, þýfingu, rof, þá er hægt í fljótu bragði að sjá í hvaða ástandi landið er og gefa því einkunn. Nú, síðan komum við þá að þessum langtíma mælingum í högum, sem hefur verið aðallega viðfangsefni að segja frá þeim hluta verkefnisins, sem við hófum 1997 og 1998. Tókum 2 ár að setja upp þessar stöðvar, og þær voru alls 100 og voru aðallega í sveitum þar sem að mikið var hross á þeim tíma, hrossabeit og sumstaðar vandamál tengd of mikilli beit, þannig að svæðin voru valin með tilliti til þess. Fórum ekki á Vestfirði eða Norðausturlandi eða Austfirði, þar sem lítið er hross, eða ekki. Við byrjum í Húnavatnssýslunum, settum þar niður stöðvar 1997. Þær eru bæði í heimalöndum, sem er á láglendi og inn á afréttum. Það eru nokkrar stöðvar hérna í Miðfirðinum, inn á Arnarvatnsheiði, Víðidalstunguheiði, og svo þarna í Sauðadal og inn á jörðum hérna við Laxárvatnið. Nú, í Skagafirði, þar vorum við með stöðvar bæði í heimalöndum, heima á jörðum, og eins inn á afréttum, til dæmis á Kolbeinsdalnum, efstu punktarnir hennar til hægri, inn á Silfrastaðaafrétt, en annars svona mestu leyti í heimalöndum.
Eyjafirði. Þar voru þessar stöðvar flestar í almenningum sem kallað það að segja, það voru svona fyrir ofan fjallsgirðingar, þar sem að bæði sauðfé og hross gengu gjarnan eða inn á dölum, síður inn á jörðum, en þó aðeins. Og á Suðurlandi, þar náttúrulega eru ganga hross fyrst og fremst í láglendishögum, þau fara ekki á afrétt eða það eru ekki miklir almenningar þar og stöðvarnar þar voru í heimalöndum. Nú, í hvers konar land eru þessar stöðvar? Þetta var náttúrulega fremur grasgefið land, hrossum auðvitað ekki beitt á mela eða holt og mela, heldur á svona fremur grasgefið land, en þetta var sem sagt land í misjafnu ástandi á láglendi og heiðum, allt frá því að vera gott graslendi, grasmóar, nú jafnvel flagmóar í slæma ástandi, framræstar mýrar og svo mýrar og flóar sem að sem sagt höfðu ekki verið ræstar fram. Tökum bara aðeins hérna dæmi, það voru hérna nokkra myndir, þetta er hérna graslendi í Eyjafirði fyrir ofan Möðruvelli. Þetta er í Skagafirðinum, snarróta graslendi inn á Kolbeinsdal. Þetta er inn á Heimalandi í Skagafirði, Mýri. Svo komum við inn á Silfrastaðafrétt og þar erum við svona heldur ofar í landinu og landi sem var á þessum tími í frekar slæma ástandi, eins og þið sjáið, grasmói. Og þetta er nú sennilega svo stöð sem var í verstu ástandi, eða þessi landi var í verstu ástandi, þetta er flagmói í afréttarlandi eða í dal í austur Húnavatnssýslu, dæmi svona illa farna brekku þar sem við settum niður stöð. Nú, hér er stöð sem var upp á Víðidalstunguheiði og önnur á Arnarvatnsheiðin í móa þar, svona grasmóa, starmóa segi ég, og á Suðurlandi þá var þetta mest svona nokkuð grasgefið og sterkt land, mikið að framræstu mýrlendi náttúrulega það sem að hrossin ganga til beitar. Nú, hvernig voru þessar stöðvar eða eru þær? Þetta eru 30 metra langar línur sem við merkjum með 3 föstum hælum. Tökum GPS-nýtt á þessu. Við tökum ljósmyndir af stöðunum, alltaf frá sömu fjarlægu afstöðu. Og hælarnir náttúrulega eru skildir eftir, þegar ég vona að við finnum þetta aftur. Og við metum ástand landsins og gerum mælingar á því. Ástand mátum við eftir þessum ástandsskala, þessum bæklingi. Og þar er land frá því að vera í ágætu ástandi, góðu og sæmilegu, sem er land sem við teljum að vera það sem að landnýting er innan hóflegra marka og síðan fyrir að halla undan fæti. Þetta verður slæmt, mjög slæmt og jafnvel land er óbeitarhæft, þar sem það er verst, vegna þess hvað er mikið rof. Þannig að hver stöð hún var metin eftir þessum skala og gróðurinn mældum við á hverju línu. Það eru 10 rammar 50 x 50 cm sem eru lagðir niður eftir fyrirgefnum tölum, tilvíðlega tölum út eftir línunni, greindum háplöntur og mátum þekju þeirra og heildargróðuþekju, rof í yfirborði, mældum grashæð eða svarðhæð, beitar ummerki á gróðri, hvort að við sáum einhver merki að biti hefði verið inn í rammanum eða ekki og hvað mikið. Við tókum uppskerumælingar á þessu fyrsta ári, tókum jarðvegssýni og greindum sýrustig, kolefni og köfnunarefni. Þannig við mældum gerðum þarna nokkuð ítarlega gróðumælingar í upphafi. Og eftir seinna árið, 1998, þá tókum við þetta saman og sendum skýrslur til allra landeigenda eða bænda þeirra jarðir, stöðvar á þeirra landi eða í þeirra jörðum og í hvaða ástandi landið var. Nú,
Þetta var sem sagt grunnurinn. Við fórum síðan aftur á þessar stöðvar 2005 þegar liðin voru 7-8 ár frá því við settum þær út og aftur 2015 þegar 10 ár voru liðin frá, það var komið 10 ára bil þá. Og árið 2005 þá voru 99 stöðvar ennþá í lagi og einum stað var búið að rækttaka land til ræktunar. Og núna í fyrrasumar þá voru 97 sem við gátum endurmælt. 2005 þá gerðum við þessar grunnmælingar á ástandi, rofi og gróðurhæð á öllum stöðvum en gróður mældum nákvæmlega 30 stöðvar á sama hátt og í upphafi. Og í 2015 þá voru 25 stöðvar af þessum 30 þannig að það var hægt að mæla þær í þriðja sinn. Gera svona ítarlegar og nákvæmar gróðurmælingar. En það er eitt sem við þurfum að hafa í huga í þessu verkefni, það er hvernig hafa ytri þættir breyst sem að hafa áhrif á ástand gróðurlendisins og þá er í fyrsta lagi að líta á sauðfjár og hrossastofnana sem að fyrst og fremst eru þau dýr sem að nýta þessa haga. Nautgripum er miklu minna beitt, það er fyrst og fremst í heimalöndum. En sauðfé er þarna fjöldi sauðfjár, það er deilt í hann með 10, hann var sem sagt tæpur, það nálgast að vera 1 milljón fjár í landinu, náði hámarki 1977 en var mikill niðurskurður og fækkun frá 77 og fram til 90 þá er stofninn skorinn niður helming. Hrossunum hins vegar fjölgaði, það töldu margir væri færi því að þeir sem höfðu land að fjölga hrossum til að reyna að bæta upp svona tekjumissi af sauðfénu og þeim fjölgaði hratt þarna einmitt á þessu tímabili sem við erum að byrja að fara að mæla. En sú fjölgun hefur dregið úr og jafnvel fækkað. Þetta eru fjöldi hrossa til 2013. En við sjáum að á þessu tímabili sem við erum að mæla þá er sauðfjárstofninn verið svona nokkuð stöðugur og hrossunum hefur ekki fjölgað, með jafnvel heldur fækkað. Þannig að þetta verðum við að hafa í huga. Það er semst við erum að koma úr tímabili þar sem hafa mjög margt sauðfé og það hefur jafnast núna og er miklu stöðugri fjöldi núna en hrossunum fjölgaði. Nú svo er annað sem við þurfum að hafa í huga og það eru veðurfarsbreytingar. Við lifum á tímum loftslagshlýnunar. Hér er ársmeðalhitinn á Akureyri og í Reykjavík frá 1949 til 2015. Það eru það bil 1 gráðu hlýjara hérna sunnanlands í Reykjavík heldur en á Akureyri, en við sjáum samt að kúrfurnar þar fylgjast svona nokkuð að. Sama leiknin á báðum stöðum. Og ef við tökum ársmeðalhitann á Akureyri, tökum hlaupandi meðaltal 5 ára, þá sjáum við betur svona hvernig þróunin er. Við þurrkum út þessar sveiflur sem eru á milli ára, þá sjáum við að það eru þarna köld tímabil í kringum 68 og aftur 73 og 9, en síðan hefur hlýnað einkanlega núna eftir 2000. Og við sem sagt byrjum að mæla þarna í kringum 97 og 8, þá hefur verið heldur kólna frá því sem var árunum næst á undan, en við erum að fara inn í tímabil þar sem að hlýnar mjög mikið. Meðalhiti hækkar meira en 1 gráðu 2005, en síðan núna á síðustu árum, síðustu 10 árum, þá hefur þetta jafnast og jafnvel heldur kólnað, en samt er miklu hlýrra en var kringum 97 og 8. Ég tala nú ekki ef við förum aftur fyrir 80. Nú niðurstöður af mælingunum, ef ég drepa aðeins á þær fyrst, niðurstöður af þessum mælingum 2005.
Hverjar voru þær helstar? Aðeins bregðu upp hérna fyrst mynd af tegunda fjölbreytni þessa beitiland sem við höfum verið að skoða. Þá kom í ljós að það mjög, eins og við að búast, mjög misjafnt. Við söfnuðum sýnum á mosum og fléttum 2005 og fengum þannig mynd af háplöntum, mosum og fléttum, allri flórunni. Og þá sjáum við að graslendið, grasgefið land eins og snarróta graslendi, það er mjög uppskerum mikið en það fábreytt. Það eru fáar gróskumiklar tegundir sem eru í því gróðurlendi. En það má segja að fjölbreytnin verði meiri þegar við komum út í móana, jafnvel í rofnara land og upp til heiða. Þar gróður fjölbreytnin meiri þegar við lítum á flóruna. Nú beitar ummerki og blaðhæð, lítum aðeins á þá þætti. Beitar ummerki, það hægt að ef að landið alveg nauðbitið þá myndi það fá 3 í einkunn, 0 ef það engin beit og við sjáum að bæði þarna á láglendi og hálendi þá hefur láglendi og hálendi þá eru minni beitarummerki 2005 heldur voru 1998. Og ef við lítum á blaðhæð eða eiginlega svarðhæðina, grasa eða grasleits gróðurs, þá hefur hún líka hækkað heilmikið. Við erum með meiri grósku í landinu greinilega 2005 heldur við vorum 7-8 árum áður. Og það marktækur munur þarna á. Og gróður, ef við lítum á nokkra þætti gróðurþekjunnar, byrjum á ógrónu landi, á láglendi og hálendi, þá hefur landið lokast að einhverju leyti. Það minna af ógrónu yfirborði, dílarofi, bæði á láglendi og hálendi. Það ekki mikil breyting á fléttum, en það minni þekja mosum, meira af grasleitum, gróðri, grösum og störum og svona heildarþekju háplantna, þannig að gróskan á landinu, þetta sýnir það líka, hún hefur aukist. Og megin niðurstöður eftir þessar rannsóknir 2005 voru þær að það hefði orðið mikil breyting til batnaðar á ástandi lands á þessum tímabili. Bæði á láglendi og til heiða, sem kæmi fram í minna beitarálagi, meiri grósku í landi og minna rofi. Og sem sagt það var háplöntugróðurinn hafði aukið hlutdeild sína. Nú eru sem sagt 10 ár liðin og við hefum vitjað þessi svæði aftur, gerum það nú í sumar. Og hvað kemur þá í ljós? Í fyrsta lagi ef við lítum á ástand lands og berum það þarna saman við það sem var 97-2005 og síðan núna í ár, þá sjáum við í fyrsta lagi að þetta hérna þessi 3 fyrstu flokkar, þetta land sem ágætu, góðu og sæmilegu ástandi sem viðunandi, þá sjáum við að hérna til 2005 þá eykst eða eru fleiri stöðvar sem í þessu ágæta til sæmilega ástandi sem viðunandi og hlutfallslega færri sem dæmast slæmar. Og þannig að það mikil breyting 2005 en ekki jafn mikil núna 10 árum seinna 2015. Það að vísu fjölgað stöðum sem teljast í ágæta ástandi, en þetta svona nokkuð svipað hlutfall. Það heldur fleiri jafnvel sem eru í þessum verri flokkum hérna, heldur fleiri heldur en var 2005. Og ef við tökum meðaltal af þessu eftir þessum ástandsskal okkar, og tökum allar stöðvar á landinu, þá sjáum við þær fá að meðaltali 2 á fyrstu árin. Hér eftir því sem þetta lægra þá ástandið betra og við sjáum að það mikil breyting hérna.
2005 en miklu minni hérna þessi seinni ár. Svo þetta svolítið misjafnt eftir svæðum. Við sjáum að í Eyjafirði og Skagafirði þar batnar ástand lands verulega á þessum fyrstu árum en miklu minna núna eða jafnvel stendur í stað. Það hins vegar meiri vísbendingar að það sé að land í Húnavatnssýslum og Suðurlandi hafi haldið áfram að fara í betri átt. Þetta kemur líka fram ef við skoðum beitarummerki á gróðrinum, þá það var talsverð breyting hérna á fyrsta tímabili, miklu minni núna á seinna tímabilinu. Og hér eru eiginlega beitarummerki í Eyjafirði og Skagafirði svipuð núna 2015 og 2005 en heldur minni í Húnavatnssýslum og áberandi minnst á Suðurlandi. Þetta svolítið misjafnt eftir svæðum hvernig þetta kemur fram. Nú svarðhæð eða grashæðin, hún sýnir í raun það sama að það hefur verið minni spretta núna í ár heldur en var 2005 en við sjáum í öllum tilvikum þá grashæðin 2015 miklu meiri heldur hún var þegar við mældum fyrst. En sprettan minni hérna á þessu ári, síðast ára okkar, en samt verulega betri en var hér. Eða það sem hefur verið eftir á landinu þegar við mældum. Nú hér síðan hef ég dregið saman meðalþekju plöntuhópa í þessum reitum, 24 reitum sem ég gat notað í það sem eru all land, flestir á Norðurlandi. Þá tökum við meðalþekju plöntuhópa, sláum saman tegundum og ógrónu yfirborði, þá sjáum við að það ógróna hefur minnkað, en plöntuþekjan, hún heldur áfram að aukast. Virðist vera nokkuð sambærileg aukning frá 2005 til 15 eins og var hérna á fyrsta tímabilinu, þannig að það virðist vera að gróðurþekjan enn að aukast. Og það einkanlega, lágmosar, þekja mosa hefur minnkað, en það sem kannski sýnir einna mesta aukningu, það eru runnar, bæði sígrænir og sumargrænir. Þetta aðalega krækiling og holtasóley, bláberjalyng og fjalldrapi sem standa þarna á bak við þetta. En það semst aukning í þessu og þessu ber nokkuð vel saman við erlendar rannsóknir á túndrusvæðum sem áhrif loftslagshlýnunar hafa verið rannsakaðir að runnar, smárunnar, þeir hafa verið að auka þekju sína. Breiðblaða jurtir hafa heldur aukist, starir hafa aukist, virðist vera á þessu síðasta tímabili en svona þekja grasa svipuð. Nú hér þetta svona tekið saman bara í prósentutölum, það ógrónu yfirborðið minnkar, runnar aukast og stargróður. Ég ætla að sýna ykkur svona myndir á nokkrum stöðum. Þetta svipmynd úr Eyjafirði, Möðruvelli. Þetta land hefur alltaf verið í nokkuð góðu ástandi en við sjáum að svona áferðin sýnir að gróska í landinu hefur aukist. Þetta líka Eyjafirði innar og það eiginlega sama sagan, það svona heldur meiri grósku og meiri gróður á þessu landin var. Þetta inn í dal sem nýttur til beitar og við sjáum að hann í slæmu ástandi 98, verulega dregið úr beit, eða allavega beitar álagi 2005, það hefur komið miklu meiri gróski í landið, en svo hefur aftur slegið tilbaka núna 2015. Við sjáum að landið miklu sneggara og þarna hefur hrossum, það aukist þarna beit á þessu svæði. Þannig að þetta svolítið mismunandi. Hér höfum við annað dæmi á láglendi í Skagafirði, uppskeru mikil snarrótargraslendi sem að þið sjáu hvaða geysileg uppsker á því 2005, en svo var þetta land, það var hólfað niður og verið svona óheflega mikil beit á þessu eins og þið sjáuð og það mjög snöggbitið og ekki góð ástandi núna
þessi blettur. Þetta mýri í Skagafirði, láglendismýri og ekki mikið beitarálag en við sjáum þannig að gróskan á þessu landi hún meiri heldur en hún var fyrra árum. Þetta flagmói eða illafari mói á jörði í Skagafirðinum. Það sem hefur svona betur verið gætt að landnýtingu og landið að lagast. Og þetta síðan upp á Öxnadalsheiði, Stinnastaramói sem nú eiginlega í svipa ástandi. Sjáum ekki mikið mun frá 1997 til 2015. Þó svona ívið meira, heldur aukist í gróskan af honum og gróðurinn. Annað svæði þarna Skagafirðinum upp til heiða, mjög slæmt ástand 97, verulega betra 2005 og svona aðeins slegið tilbaka núna 2015. Húnavatnssýslur, þetta þarna í Sauðadalnum og dalbotninum þar, snarróta graslendi deykt, hefur dregið úr beit greinilega í dalnum og það meiri gróska á þessu landi heldur en var 97. Svo eftir við förum upp í hlíðina, þessa rofnu hlíð, bara rétt ekki langt frá, þar sem að land í slæma ástandi. Þar sáralítil breyting og landið eiginlega jafn rofið og það var í upphafi. En þó svona heldur, ef að grannt skoða, þá það svona heldur í áttina. En hægt gengur það. Nú hér við upp á heiði í Húnavatnssýslu, Arnarvatnsheiðinni og ekki mikil breyting en þó aðeins sjónamöðunur, einkanlega árið 2005 að það svona meira gróður í landinu en var. Þetta upp á hérna, það nú datt það úr mér, Víðidalstunguheiði, maður var í frekar snögg biti 97, þarna þessir bakkar, miklu betri 2005 og landið lítur vel út núna. Þannig að land hefur greinilega létt á því. Síðan við komin hérna í Árnessýsluna og á Suðurlandi þá veitir maður því athygli að það að koma meiri blómgróður í landið heldur en var í upphafi. Það eru möðrur og það mjaðjurt sem að aukast. En víða mældum við talsvert meira af möðrum heldur en var í upphafi. Hér hólf sem var mjög illa farinn 98. Bóndanum brá svolítið þegar við sögðum honum hvernig ástandi var. Þetta var land sem hann hafði leigt eða lánað öðrum. Og hann var fljótur að grípa í taumana og eiginlega tók fyrir alla beit. Og þið sjáu hvað hefur gerst þarna. Að þetta að fara í kjarrlendi. Hér aftur graslendi í Árnessýslu þar sem að landnýting beitarálag hefur aukist og þetta land frekar á niðurleið. Öfugt við það sem við höfum séð víðast annars staðar. Svo við komin upp í Laugardal og mýrarnar þar sem að þetta var í góðu ástandi 98 og aftur 2005. Nú eftirtektarvert 2015 að þetta land að fara í kjarr og birki. Eftir önnur 20 ár voru væntanlega komið þarna 2 metra hár birkiskógur. Hann að sá sér úr hlíðinni fyrir ofan og koma inn á þetta land. Og hér síðasta myndin úr Rangárvallasýslu, nú landsveit. Þar sjáum við þetta sama, hvað möðru gróðurinn að aukast. Þetta krossmaður þarna sem sést greinilega, það að verða blómríkara landið. Þetta reyndar svo síðasta hérna. Mjög grasgefið land og mjaðjurtin farin að sýna sig. Hún verður víða mjög áberandi þar sem að dregur úr sauðfjárbeit eða tekur fyrir hana. Hrossin éta ekki mjaðjurtina og hún eykst og örugglega eftir að aukast í þessu landi. Nú, þá læt ég þessu lokið með sýna ykkur frá þessu hagaverkefni en þá það spurningin hvað segja aðra rannsóknir gróðurbreytingar á landinu undanfarna áratugi. Getum við staðfest það sem við höfum verið að sjá þarna í hagaverkefninu úr öðrum verkefnum. Og
Við komum þarna aðeins að rannsóknum Mörtu Reynolds sem er Bandaríkjamaður eða kona, var hér fyrir 3-4 árum og rannsakaði eða skoðaði breytingar á gróðurstuðlum fyrir Ísland og bar saman við löndin umhverfis Norðurpólinn eða Norður-Íshafið. Og ef að langtímagögn frá gervitunglum eru skoðuð, sem sagt gróðurstuðlar, þá kemur í ljós að það hefur aukist verulega gróður umhverfis Norður-Íshafið á landsvæðum þar, þó mismikið. Eins og þið sjáið, það græni liturinn gefur það til kynna. Og ef Ísland skoðað í þessu samhengi, þá kemur jafnframt í ljós að hér hefur orðið veruleg grænkun frá 82 til 2010, einkanlega á vesturhluta landsins. Hún er langminnst á norðaustur- og austurlandi. Og Marta, hún skoðaði þetta nánar. Myndin hann efst til vinstri sýnir landið allt fyrir 1982 til 2010, eiginlega þessi sama við vorum að skoða á hann. Síðan skiptir hún þessu upp í 10 ára tímabil, eða áratugi. Efst til hægri er 82 til 89. Þá sjáum við að það verður, eða þessi gögn gefur til kynna, þá verði mikil grænkun á Íslandi. Eiginlega fyrir tíma samt þessar verulegu hlýnunar sem hefur verið síðust ár. Og eiginlega verður þessi grænkun allt land. Og þetta viljum við túlka þannig að þetta er akkurat á þessu tímabili sem að sauðfjárstofninn er að hrynja eða verið að skera niður, snarfækkar sauðfénu og gróðurinn svarar því. Það er bara eins og við hættum að slá garðinn okkar, þá náttúrulega fáum við gras á hann. Við teljum þetta vera, síðan heldur þessi grænkun áfram 90 til 99. En núna síðast árið 2000 til 2010 þá dregur úr henni. Gróðurstuðlarnir eru að vísu miklu hærri en þeim voru áður, en þessi aukning heldur ekki áfram. Þannig að við að okkar mati þá svona ber þessu nokkuð saman við það sem að þessar hagamælingar okkar hafa verið að sýna. Ég held að sé engum blöðum það að fletta að gróður hefur aukist verulega á landinu. Nú hverjar eru síðan ályktanirnar af þessu? Þá sem sagt benda niðurstöður á þessu hagaverkefni okkar til þess að ástand lands hafi batnað verulega frá 1997 og gróður aukist, dregið úr rofi bæði láglendishögum og afréttarlandi. Það er að segja á þessu landi sem við höfum verið að skoða. Við höfum náttúrulega ekki verið upp á vesturlandinu, sandsvæðum heldur frekar svona grasgefnu landi. En þetta væntanlega, eða okkar mati gefur samt, og við viljum eiginlega túlka þetta sem heldur víðar. Nú niðurstöður fjarkönnunarinnar, þær benda til hins sama og líklegar höfuð ástæður fyrir þessu eru sem sagt fækkun búfjár frá því sem var og hlýnandi loftslag. Nú hvað gerist næstu áratugi, það er ekki gott að segja. Það veltur á þróun búfjárfjölda í landinu og landnýtingu og veðurfæri, hægir á hlýnun sem virðist vera núna þessi árin, eða verður hún meiri. Manni heyrist að loftslagsfræðingarnir segja að það muni herða á henni. Og það er sennilega meiri líkur en minna á því að kúrfan fari upp á við á næstu árum. Nú, mat á þessu verkefni, þá teljum við að fastar mælistöðvar af því tagi sem við höfum sett upp og aðra líkar, þær geti gefið nokkuð góða raun með því að vitjum þessar stöðvar reglubindi, þá er hægt að fá tölulegar upplýsingar og niðurstöður ástand lands og gróðurfar og sjá hvert stefnir. Rannsóknar þessu tagi hafa verið litlar hér á landi, lítið fastar vöktunarstöðvar út gróðurlendin, afréttum, og ég held að það sé framtíðarverkefni að bæta úr því og auka slíka vöktun ef við ætlum að fá svona einhverja vitrænar upplýsingar og hætta bara að rífast
hvert upp í annað hvert ástandið og hvert landið stefnir. Nú, það mögulegt að vakta ástand lands á fljótvirkan hátt með ljósmyndun og einföldum mælingum sem að flestir geta tileinkað sér. Það þarf ekkert mikla sérfræðiþekkingu til að gera þetta. En hins vegar ef að fara út í viðameiri vöktun og gróðurfari og líffræðilegri fjölbreytni þá krefst það miklu meiri sérfræðiþekkingar og úrvinnslu og tímafrekari og kostnaðarsamar. Það er bara miklu meira mál. En það væri hægt að vera með hlutastöðvunum svona með ítarlegum mælingum meðan aðrar eru mældar á einfaldari hátt. Nú framhald verkefnis næstu skref, við munum senda núna á næstunni skýrslur til bænda hvernig land þeirra kom út núna 2015. Síðan vonast maður til að komast í frekari úrvinnslu og miðlun gagna, birtingu niðurstaðna. Svona, jæja. Þetta er alltaf fallega áform, hvað sem verður. Nú síðan er spurning með framhald og vistun þessa verkefnis. Það hefur svona kannski ekki alveg verið í nógu föstu formi. Ég er nú orðinn svona gamall og grár og spurning hvort að ég fari aftur út á örkina en það þarf að taka ákvörðun það hvert framhaldið á að vera. Og nú þetta verkefni vel fallið til að rannsaka áhrif loftslagsbreytinga á landnýtingu og gróðurfar. Og og við höfum miðlað gögnum úr þessu verkefni í svona sameiginlegar úrvinnslur alþjóðlegar, þar sem þau hafa komið ágætu gagni. Og það er spurningin á að fjölga þessum stöðum og taka upp víðtækari vöktun ástandi heimaland og afrétta. Þetta er ekki stór hluti af landinu sem við erum að vakta og þessi viðkvæmustu svæði svo gosbeltinu, það er ekki neitt þar. En ég tel að með til dæmis gervitungla-gögnum þá sé hægt að gera miklu meira heldur en gert er í dag. Nú, ég vil að lokum þakka ágætis fólki sem hefur veitt stutt við bakið á manni gegnum árin. Það er Sveinn Runólfsson landgræðslustjóri sem nú er að hætta. Hann hefur verið einstaklega duglegur að styðja við bakið á okkur og jafnvel komið með fé á svona örlega stundum. Guðmundur Stefánsson er yfir landnýtingardeildinni í landgræðslunni. Nú Landbúnaðarháskólanum þá voru það einkanlega Hlynur Óskarsson og Björn rektor, þeir lögðu þessu lið, núna ákvað að leggja þessu lið nú í ár. Og hér á bæ þá eru Jón Gunnar forstjóri og Trausti deildarstjóri, þeir hafa svona liðið manni það að fara stundum út í haga og horfa eftir búsmalanum. Og Landsvirkjun, hún studdi okkur með þeim hætti í sumar að við fengum að dvelja í Blöndustöð hjá Guðmundi Stefánsinni og starfsmönnum hans vorum þar með vorum að vinna á Norðvesturlandinu. Hér eru nokkrar heimildir ef þið eitthvað kynna ykkur þetta nánar. Og síðan enda ég bara að birta hér aðeins myndir af helstu liðsmönnum sem unnu í verkefninu með okkur í sumar. Það er náttúrulega Jargerður sem hér er frá Landbúnaðarháskólanum. Það er Agati sem var hér í starfsþjálfun í 6 mánuði og vann með okkur í feltinu. Það er Sigþrúður á landgræðslunni, Sigurdís sem að vinna hjá landgræðslunni á Húsavík, Bjarni Maransson hjá landgræðslunni, hann er staðsettur í Skagafirði og svo er gamli kallinn sem hér stendur. En þá bara þakka ég ykkur fyrir. Takk fyrir Borgþór. Við höfum nokkrar mínútur í umræður. Gefið mér endilega merkju, ég kem með hljóðnum en ég ætla líka að kveikja ljósi. Já. Er ekki einhverjar spurningar sem að ná ykkur? Takk. Kæra þakki Borgþór. Mjög áhugavert og mikilvægt verkefni. Þú kemur með þessar 2 skýringar sem ég er algjörlega sammála þér að það er fækkun búfjár og loftslagsbreytingar sem eru þarna spilin í. En mér langar að fá kannski hjá þér smá svona vangaveltur hvað
hvor sem sagt, í rauninni þátt þessara tveggja, hvað heldur að sé í rauninni að hafa mestu áhrifin? Ég veit að þú ert ekki með það sem að þyrfti náttúrulega þarna væri friðarland líka, en svona smá vangaveltur það. Hvað að hafa mestu áhrifin? Það ekki gott að segja. Ég held náttúrulega þessi fækkun sauðfjárins skipti geysilega miklu máli, sérstaklega eru upp á afréttum. Það líka minna uppvextur hrossa, en það mjög erfitt að skilja þarna á milli því að síðan færðu þessa skörpu hlýnun líka, fækkun fjárins og hlýnunina. En þessi gervitungla gögn þarna frá 82 til 90 þegar við fáum þessa miklu aukning í grósku fyrir tíma hlýnunar, hún bendi nú til þess að þessi létting á beitarálagi sem vegi mjög þungt. Ekki treysti ég mig til að greina þann á milli. Þarna þið farið að stað með hrossahaga verkefni, en svo sauðfé greinilega líka þarna inni. Hver þáttur þessara mismunandi beitar? Við höfum ekki farið út í að greina það, við höfum ekki reynt að fá upplýsingar nákvæmlega hvað mikið af fé og hrossum á hverjum stað og hvernig þetta hefur þróast. Heldur við höfum bara fyrst og fremst skoða stöðvarnar og lesið þessar breytingar úr þeim og álykta þá breytingar á beitarþunga. En auðvitað væri hægt að fá betri upplýsingar, en samt það svo að tölur fjölda búfjár og afréttum, hann liggur ekkert fyrir, sem að þyrfti auðvitað að vera. Ef það ætti að stjórna þessu og lesa betur, skilja betur þetta samhengi beitarþungans og ástands. Kærar þakkir Borgþór fyrir erindið. Það tvennt sem ég langaði að spyrja. Annars vegar þar að þið sendið eftir á niðurstöðuna til bændanna. Og þú minntist einmitt á að ykkur hefði breytt landnýtingu út frá því. Heldur að það sé að skila sér á fleiri stöðum? Heldur að þetta raunverulega virki sem jákvæð örvun, ef getur sagt svo, í annan stað? Og í hinn staðinn kom fram hjá þér þetta með að gera í raun og veru einfalt vöktunarplan sem að væri tiltölulega auðvelt að þjálfa fólk upp í að gera. Fyrir ekki mörgum árum þá var ég að vinna með stúlku í Landgræðsluskólanum frá Kirgistan sem var að vinna í gerð af participatory monitoring fyrir beitarlöndin þeirra. Sérðu fyrir þér að það sé auðvelt fyrir okkur að byggja upp fyrir bara til dæmis hvern og einn afrétt, segjum það, með heimamönnum og koma ábyrgðinni inn í hérað undir eftirliti til dæmis sérfræðinga? Já, fyrir spurningin, ég held að þetta hafi, víðast hvar þá hefur þetta vakið áhuga landeigenda. Og svona ég held að þeir hafi margir hverjir, kannski ekki allir, eitthvað lært af þessu og tekið sér á og bætt landnýtingu. Margir sem sagt brugðust við þegar þeim var bent á að land þeirra væri nýtt langt yfir hóflegum mörkum og lagfæruðu það flestir. Þannig að þetta skiptir máli, en varðandi seinni spurninguna þá held ég að þetta ætti ekkert að vera verulega flókið að koma víðtæku vöktunarkerfi landi á afréttum og auðvitað var æskilegt að hafa heimamenn þar sem mest með í ráðum, en samt held ég að þetta þurfi nú verið undir dyggri stjórn og utanumhaldi á einhverjum einum stað. Ég segi til dæmis ekki alveg fyrir að það væri hægt að koma sem í ráðuneyta þjónustunni eða eitthvað við líka. Þó það ómögulegt að segja, en skulum segja hjá Landgræðslunni sem nú með stöðvar víðum landið, og þá ætti þetta, finnst mér, að vera stórt og viðvarandi verkefni. Þakka fyrir Borgþór. Langar að spyrja, þetta greiðlega flott rannsókn og mikla mælingar. Þú nefnir að þið hafa líka mælt efnainnihald í jarðveginum og sýrustig. Sjáuð ykkur breytingar í því? Við höfum ekki mælt það aftur. Ég mæli með að það sé gert aftur eftir 200 ár.
það er svo hæga breytingar. Þetta var nú meira til að fá bara grunn ástandið á stöðunum svona til að lýsa, fá þessar bakgrunnsupplýsingar, en þú þarft miklu meiri mælingar ef þú ætlar að fara að greina einhverjar breytingar. Þetta er bara til að svona lýsa betur umhverfinu. Já, takk Borgþór. Ég er hérna með 2 atriði kannski. Þú nefndir það að möðururnar hefðu aukist á Suðurlandi og mig langar nú bara að forvitast hvert þitt álit er á því. Hver er megin ástæðan fyrir því? Og svo annað sem mig langar að minnast á líka, að þú telur mjög mikilvægt að vakta gróðurbreytingar á landinu. Ég er algjörlega sammála því. En ég held að mætti nefna það hérna að við erum á Náttúrufræðistofnun, höfum mælt gróður á mörgum stöðum víða land í samband við svokallaðar vistgerðarrannsóknir og þær mætti nota til dæmis til þess að vakta land. Og þetta er valið á handahófi í margs konar landi og til framtíðar held ég að það gæti orðið mjög gott til að nota sem grunn í vöktun. Já, þetta með möðrurnar, ég gerir ráð fyrir einn þátturinn það hefur dregið úr sauðfjárbeit. Sauðfé þar lítið að talsvert. Nú, þetta eru svona skriðular plöntur og ég bara gerir ráð fyrir að þær svari hlýnuninni vel. Það sé minni beit og hlýnun sem það er alltaf sama skýringin sem ég gríp til. En það er kannski eitthvað fróðari svona líffræði þessara plantna til að segja til það. Krossmaðran er nú hérna fyrst og fremst á hlýrri hluta landsins og hún greinilega bregst vel við eða hefur aukist á þessum hlýnandi árum. Nú með stöðvar hérna okkar á Náttúrufræðistofnun, þá væri hægt að skoða þar og meta alla með tilliti til beitar, gefa þeim einhver einkunn og heimsækja þær aftur og mynda. Það getur vissulega farið inn í einhverju leyti inn í þessa vöktun ef það verið því.